Já, komið sæl, ég heiti Svanhildur. Hæ. Ég er sem sagt búin að vera á þessu námskeiði, ætla bara úr. Já, ég er búin að vera á þessu frábæra námskeiði alla vikuna. Það er mikið búið að gerast. Ég ætlaði ekki að koma. Ég var hætt við, sko. Ég var búin að skrá mig, svo ég sagði mér, nei, þú ert ekkert að fara að þetta. Svo var alltaf svona bakvið. Þú átt að fara. Og ég veit ég á að fara en ég fer bara næst. Svo bara, kvöldið áður þá var ég bara ákveðið að ég ætlaði ekki að fara. Nema það að bara morguninn, þá vaknaði ég, fer í ræktina klukkan 7. Áður en ég fer í ræktina þá bara hugsaði jú, þú ert að fara þannig. Það er bara, þú ert að fara. Það er bara, Guður að segja þér að þú átt að fara. Og nú skaltu reyna að hlýða einhvern tímann. Og ég fer í ræktina, svo kem ég heim og er svona sein. Og ég set status inn, verð aðeins sein. En svo var ég ekkert sein. Því að ég var svo fljótt sturt og allt og bara gekk allt upp og ég var bara mætt þetta klukkan 9. Heyrðu, jæja, svo byrjaði all ósköpin. Það er búið að ganga mikið á. Ég er búin að verða bara sállasin. Ég var eiginlega lasin frá þriðjudegi fram á föstudag. Ég var bara með beinverki og hita og bara leið rosalega illa, sko. Ég var alltaf að byrja því bara að taka verkjatöflu svo ég kæmist og ég sagði alltaf, þú veist, ég fer á meðan ég bara kemst. Því að óvinnur skal ekki fá heiðurinn því að ég verði heima. En það sem ég er búin að fara í gegnum á þessari viku er alveg magnað. Ég sem sagt fæðist í skömm. Ég sem sagt, faðir minn, móðir mín er gift og hún sem sagt á 3 börn með sínu manni. Síðan á hún mig 4. barnið með öðru manni í hjónabandi. Og þau sem sagt ákvaða að vera saman áfram og síðan eiga þau saman eina systir mína yngstu eftir það. Nema það að móðir mín og blóðfæðir, þau héldu sem sagt alltaf sambandi samt. Þannig að þar til að ég er 7 ára gömul þá bý ég með sem sagt föður mínum sem gekk mér í föðustað og móðir, þá skilja þau og ég flytti blóðföðursins með móður minni og ég og yngri systir mín. Nema það að ég hélt að hann væri frændi minn og hélt það bara. Og ég saknaði, var mjög ósátt við hann skilnað og var mikið pappastelpa og var alltaf að leita eftir viðurkenningu hjá þessum föður mínum. Og fékk hana stundum og stundum ekki. Þannig að ég var svona, skildi þetta raun og vera ekki þá á hverju, vissi náttúrulega ekkert út af hverju. En þetta var svona skrítið samband, en ég þráði þetta samband svo heitt. Nema það svo þegar ég er eitthvað 8-9 ára gömul, mamma, hún var alkohólisti og hún náttúrulega eftir skilnaðin versnaði hún rosalega mikið því hún var í raun og vera innstinni ósátt við þetta allt. Og hún kastaði framan í mig að, sem sagt, blóðfaðir minn sé faðir minn. Og ég verð fyrir alveg óskaplegu sjokki og ég hafna honum algjörlega. En svo gerist það eftir að þessi faðir minn sem tók með, sem var gift mömmu, eftir að hann fréttir það að ég veit, þá eiginlega hafnar hann mér alveg. Og þá fer hann að hæða mig. Þá fer hann að hæða mig fyrir það að vera dóttir hins og mamma eiginlega fyrir að gera það líka. Þannig að ég upplifi mig alltaf sem svona hálfgerða öskubu, Og það sem er svo magnað að þegar ég er að tala þetta núna, að veistu að ég gat aldrei talað þetta og svona að fara að gráta, En núna er ég að tala þetta eins og, ég bara, þú veist, ég er laus í hjartanu. En svo gerist það að ég er mjög
sem sagt, í æskunni er ég voðalega róleg og svona rólegt barn, mjög þæg og góð og er alltaf að reyna að þóknast. Síðan þegar ég verð unglingur þá náttúrulega brýst allt fram og ég verð alveg crazy. Þegar ég kjaft við alla og reyna að vera svona cool. Nema það síðan fer ég að leita í eldri menn. Ég fer að leita eftir þessari viðurkenningu og ég fer að leita eftir föður, bara föður ímynd. Og þegar ég er tæplega 16 ára gömul þá hitti ég mann sem er giftur og ég fer að vera með honum. Og það samband var í 33 ár. Ég á 2 börn með honum. Hann skildi ekki fyrir eftir einhver 12 ár. Hann var hlaupandi sem sagt fram og tilbaka. Hann hélt í raun og veru 2 fjölskyldum bara í gíslingu. Og það var mikið bæði andlegt og líkamlegt ofbeldi, áfengi og meira til. Þannig að ég var alltaf í þessari skömm. Ég lifði í þessari skömm að hafa kynnst honum giftum, hafa eyðilagt hjónabandið hans, þó svo náttúrulega í dag veit ég að ég eyðilega ekki þetta hjónaband, það var hann sjálfur sem gerði það. Hann var 16 árum eldri en ég, þannig að hann tók mig náttúrulega bara, ég var bara þetta fórnarlamb, svo kallað. En það sem er svo yndislegt að sko Guð er búinn að sýna mig það á þessari viku að þetta er eiginlega, já, þetta er svona eiginlega syndir feðranna sem að gengu yfir mig og gengu yfir föður minn líka og að vera búinn að skoða hvernig syndirnar erfast þarna á milli og sjúkdómarnir og allt og það er verið að tala um þetta sé ættgengi sjúkdómar, þetta eru syndlegir sjúkdómar. Þetta er syndlegt sem er að gerast. Þetta er ekkert ættgengt, þetta er syndlegt, þetta er andlegt. Þannig að það er svo stórkostlegt að vera búin að sjá þetta, það er svo stórkostlegt að vera laus og bara að vera búin að brjóta þetta og af sér og vera ekki í þessari skömm. Ég er í engri skömm í dag. Ég veit ég gerði rangt en ég gerði rangt að því að. Og ég meina Guð, Jesú dó fyrir mig á krossinu fyrir þessa synd og ég er laus frá henni. Og ég lifi bara sigrandi lífi núna. Halleluja. Amen. Einhver sem er að berjast við ykkur á skömm í lífi sinu. Lútum aðeins af því. Ef einhver sem er að berjast við skömm í sínu lífi eða upplifir að það sé vopn sem óvinir nota til að halda það niðri, þá bara rís á fætur núna og við ætlum að láta hana bara biðja og brjóta þetta af okkur. Ég trúi að sé fólkið inni sem er að berjast við skömm. Ekki skammast þín fyrir skömmina, hún tilheyrir ekki. Vitið að skömm er eitthvað gubb úr einhverjum púka sem að tilheyrir þér ekki. En við höldum þetta sé partur af okkur, þannig að ef einhver er að berjast við skömm í henni, enginn, allir fullkomlega heilbrigðir, halleluja. Þannig að ertu ekki til að brjóta skömm af öllum henni núna? Í Jesú nafni þá brýt ég sérhverja skömm sem að einn og sérhver finnur með sjálfum sér. Í Jesú nafni, hún tilheyrir þér ekki. Hún tilheyrir þér ekki. Í Jesú heilaga nafni og ég skipin í burt. Ég bið heilagan anda, ég bið Drottinn Jesú Krist að koma umvefja þig og sýna þér hver þú ert í Kristi. Þú ert sigurvegari, þú ert barnið hans, hann elskar þig og það er ekkert sem þú átt að skammast þín fyrir. Það er eina sem þú átt að gera, það er að fagna í sigri yfir því að Jesú hefur sigrað allt, óvinnarins veldi, í Jesú nafni. Amen. Þegar maður hefur öðlast sigur sjálfur, þá getur maður borið sigurinn áfram.